Já, Andrés Magnússon, Gjerlanir, hann var svolítið áberandi í umræðinu hérna eftir hrun, þar sem að Íslendingar lentu á svona núllpunkti og reyna að átta sig á því hvað var það sem að skall á þeim og koldist yfir þá. Andrés Gjerlanir? Jú. Já, nú ertu velkomin. Og núna ertu líklega að vinna svolítið með það sem að þú tókst þátt í umræðum eftir hrun, að meta það. Fyrir hrun. Og fyrir hrun líka. Og bók sem þú átt að gefa núna heitir Hvernig virkar fjármálakerfið? Já. Af því ég nefni nú að þú sett Gjerlanir. Já. Að hérna ætti þú ekki að vera að fjalla hérna sálinni í okkur frekar heldur en að vera að greina fjármálakerfið? Eða er þetta nátengt kannski? Ég hugsa þetta sé tengt. Nú? Ég hefur reyndar oft talað um sálarlífið. Ég var mikið að kynna skammdegisþjónustu undir ljósana fyrir þetta gamla daga. Svo var ég í fíknigeðlækningum, var þá að tala skaðsemi fíkniefna. En núna ég sem sé að tala fjármálakerfið. Það er alveg rétt hjá þetta. Í kringu hrunið var maður miklu opnari fyrir nýjum upplýsingum og maður fór að velta fyrir... Og umræða var bara opnari þá, það verður bara að segja líka. Jú, fólk tilbúið að skoða nýjar hugmyndir og svona og það er alltaf tilhneigin í heiminum svo að allir í fjölmiðlar eru komnir á markað, það er bara svo ríkasti smá fjölmiðlarna og þar af leiðandi ræður upp skoðun. Þannig að umræðin er alltaf verið þrengri en sem sé... En þú ert að sjúkdómsgreina fjármálakerfið og mér svona sýnist það að þú gangir út frá því að fólk haldi að bankarnir og fjármálakerfið séu eitthvað annað en eru. Já, það er mynd af galdrahatti hérna á forsíðinu þannig að ég vona að fólk skilja hérna ég að tala sem ég sé verulega annmarka á fjármálakerfinu og það er tvennt sem að bankar gera fyrst og fremst. Annars vegar það að búa til peninga úr engu og svo hins vegar snýst starfsemi fjármálakerfisins fyrst og fremst veðmál. Og þetta veðmál hvað? Hvað sem er þú yfirleitt því miður er það þannig í hennu stóra heimi að bankar eiga mikið af fyrirtækjum þannig að þeir geta til og með veðjaðum allir verðið á gámaflutningum hækki en þá er ekki með gleyma menn því að þess viðkomandi banki á kannski langt flest gámaflutningaskip og svo framvegis þannig að þeir eru að veðja allt mögulegt og því miður þá hafa þeir oft vald til þess að ráða útkominu, alveg eins og flest veðmál eru. Ef þú reka veðmál á veðhlaupabraut, þá getur þú haft áhrif að hvaða hestu vinnur og svo framvegis eftir hvernig þú styrktir veðmáli. Eða reynt að múta íþróttamönnum hvernig leikunum fer og svo framvegis. Og það er alveg eins með veðmál í bönkum og fjármálakerfinu. Þeir hafa oft áhrif á það sem verið að veðja Alls konar vísitölur, til dæmis mun tryggingarálag á einhvern banka hækka. Bankarnir ákveða sjálfur hvernig tryggingar álægi verða hinn með þessum bönkum. Þannig það er eitt, en kannski aðalatriði er að bankar búa til peningana sem þeir lána. Og hafa þær nefndi ótrúlega völd í samfélaginu. Já, það sem ég ætla að segja. Hvað heldur þú að maður sem fær að búa til peninga verður náttúrulega mjög fljótlega ríkasti maðurinn og að því all skoðanamyndandi tæki eru til sölu að þá verður hann líka volduðasti maður í fyrirtækinu. Það hefur verið sagt til dæmis þegar grísk borgríki var að sameinast. Það borgríki sem fékk að halda myntsláttinu, það var alltaf ofan á í öllum alltaf þegar að vera að slá saman. Og og það eru margir jafnvel þeir sem vinna í bankakerfinu og eru einstu koppar búið. Þeir hafa ekki alveg skilið hvernig er hægt að búa til peningur engu. Og það er það sem ég er mikið að reyna að útskýra í þessari bók. Hvernig þetta er hægt. Því fólki gengur ekki vel að skilja það. Við vorum útskýra það að segjum að ég sé banki og þú kemur og vilt fá lán og þá lána ég pening og það verður til eigninni á þér eða það verður til skuldinni á þér sem að verður eigninni í mínum bókum. Já, en ef ég fer svo fer ég að nota peningar sem þú lánaði mér að þá stofnast skuld á þig á bankan þinn. Sko, ég borga hinn þessum og þá er sagt að Andrés fékk þessa peninga hjá þessum bankan hér. Þannig að nú verður þú að gera svo að borga okkur það. Þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt að hver einstakur banki geti búið til peningur en bankakerfi, allir bankarnir í landinu samanlagt geta búið til peninga. Kannski einfaldasta dæmið er hvernig eru seðlar til.
seðlar, upphaflega bara þannig að gullgerðamenn voru alltaf að reyna að búa til gull og stundum voru að reyna að búa til gull og en oftar en ekki voru að reyna að þynna gullið, drýja gullið. Þannig að þeir voru alltaf að vinna með gull. Þannig að þeir áttu mjög rammgirtar geymslur. Og þá fóru það tíðkast að menn sem áttu gull og hafði engan örgan stað að geyma. Þeir fóru að geyma það hjá gullgerðamennum. Og gullgerðamennum skrifa út kvittun. Anders Magnússon lagði inn 1 kíló gulli og þetta kvittun upp á það, geymslukvittun. Þannig verða peningaseðlar til. Þeir verða til sem geymslukvittun á gull. En síðan gerist það að það er náttúrulega þægilega bara að nota þessar kvittanir. Það er mikið vesen að fara með gull og kaupa hlutabréf einhverju skipafyrirtæki í Bretlandi. Ég tala ekki með að fara að kaupa eitthvað í öðru löndum, þá þetta að sem sé var að fara með vopnaðar sveit með gullinu og svo framvegis. Þannig að menn fara bara að nota kvittanir. Og hvað gerist þá hjá gullgerðamannum sem gaf út kvittanir? Hann sér, það er aldrei þannig að allir eru að taka út gullið sitt. Gullið er hérna allan tíma, það er bara kvittarnir sem kaupum og sölum. Ég skrifa út kvittun á mig, af því að það mér enginn taka eftir því. Ég skrifa út kvittun á mig, ef það verður þá þannig að hætta á því að allir kemur að tæka út gullið. Þá myndi komast upp að það verður nokkað kvittanir sem enginn innistæð væri fyrir, en það er ekki þannig. Og þetta er raunverulega svona sem peningur er búin til. Það er búin til innistæðu kvittun á einhverju sem er aldrei tekið út. Og síðan gerist það að íslenska fljótlega ríkið nær valdinu á að prenta peninga. En síðan gerist það, til þess 1970 og svona þegar ég var í sumarvinnu, þá fengum við alltaf að borga með seðlum og þú keyptir með seðlum. Og spariskirtinni, þú veist líka bakaði frímerkjum. Já, jú. Og sumir fóru að selja þau með afturlum. En hérna... Þannig að það var ekkert hægt að prenta, bankarnir, það var alltaf verið að taka út peningarnir sem voru lagðir inn í bankana. Það var verið að nota það og fyrirtæki áttu peningaskápa. Smá saman hættir fólk að nota seðlana fyrir að nota rafrænar færslur. Það kemur heimabanki, það koma kreditkort, það koma gíróseðlar. Og ávísuna eftir náttúrulega fyrst, sem er náttúrulega... Já. En það er fyrst og fremst þegar þú hættir að nota seðla og raunverulega er þetta alveg eins og með gullið að sem sé reikningur inn á bankareikningunum, talinn á bankareikningunum er raunverulega verið að segja hann komið svona mikið peningum inn í bankan. Það er það upphaflega þýðing þessa eiga ekki á bankareikningunum. Það er ekki lengur. Já, svo er bara allir hættir að taka út peningum. Þú fer ekki að kaupa í hús og kemur það með skjalatösku. Þannig að þetta er alveg svo með gullgerðamennin, það verður aldrei náði gullið. Það er eins með tölunar á bankareikningum, það verður aldrei innleista fyrir seðla. Þannig að bankakerfi getur sem sé fært reikninga inn af því það er enginn sem mun ná í seðlana fyrir því. Og það sem ég er að segja áðan, það er ef bankakerfi bara passar að gangi í takt, að enginn einn banki fer fram úr sér og fer að lána mikið og verður það meiri skuldi. Og allir ganga í takt og auka útláni jafn mikið, þá geta þið búið til peninga. Þú hefur ekki skrifað þessa bók ef að niðurstaðan verið sú, eftir svo eins og út að lýsa. Já. Og þetta bara reyndist bara mjög vel að hafa þetta kerfið sem eins og þú ert að lýsa. Já, þú ert líklega að halda þig fram að þetta sé ekki gott kerfi. Þetta er skelfilegt kerfi. Fyrsta lagi er það þannig, og ég reyni að útskýra það líka í bókinni. Hvað gerir þið til að bankar búið til peninga? Það gerir náttúrulega ýmislegt til, en fyrsta lagi það verður ekki til verðmæti úr engu, þessi verðmæti kom einhvers staðar frá. Og þá er það þannig að þegar banki býr til nýja peninga, þá þynnir gjaldmiðillinn. Það er stundum kallað verðbólga. Og sem sé, það er verið að fara í verkfall og það er verið að knýja fram launahækkanir. Seðlabankastjóri getur gert þetta engu yfir nótt með því að leyfa meiri aukningu á fjármagni. Og þannig að það er gallinn að þegar þú fer í búð og kaupir þér útvarpstæki sem þú veist að kostaði fyrir 2 árum 20.000 en kostaði í dag 30.000, þá ertu að borga 10.000 í skatt til banka vegna þess að aukningin á verðmiðanum er tilkomin vegna þess að banka byggur til meiri pening úr engu og þannig að þetta er bara skattur til eiganda einkabanka
og það bara þannig að Seðlabankinn býr ekki til lengur til peninga og við notum svona 2%, sem við segja 23%, það alltaf minnkandi sem við notum raunverulegum seðlum og það sá myntsláttarhagnaður sem Seðlabankinn fær. En peningar sem allir nota, þessi að rafrænar færslur í bönkum, sá myntsláttarhagnaður fá engaðilega sem eiga banka. Þannig að í COVID... Og gríðarlegur hagnaður eins og Íslendingar þekkja á bönkunum? Já, það vil svo einkennilega til að gróði bankana hefur aldrei verið meira heldur en í krísum, sem bara eðlilegt. Þegar fólk tekur ný lán sem banki getur búið peninga fyrir, þá vex að sjálfsögðu gróði bankana eins og sést í COVID-krísunni. Og já, þannig að það, eitt það að bara fyrir það sem banka fengu að prenta peningum í COVID-krísunni á 1 til 2 árum, þá hefðum við getað klára háskólasjúkrahúsið, við hefðum getað tvöfaldað veginn til Selfoss, við hefðum getað tvöfaldað vegu upp í Borgarnes, við hefðum getað byggt Sundabraut og margt sennilega. Komið börnunum okkur fyrir í húsnæði sem ekki með myglu í leikskólanum? Til dæmis, við hefðum getað gert ótrúlega mikið. Þannig að maður geti farið á bráðadeildina og fengið þjónustu innan 8 klukkutíma? Já, það bara alveg ofboðslega miklu peningar. Það heitir það að búa til peninga, það kallað myntsláttarhagnaður, sem sé frá því að mann notuði mynt. Og ríkið hefur gefið frá sér þessa tekjumynt algjörlega og leyft einkaaðilum með einkabönkum að fá alla þennan myntsláttarhagnað. Og það líka annað, þegar við segja hvað við sleppum þetta, eitt þessi þynning og verðbólga, en annað líka misskipting auðs. Af því að það þarf örfáa menn til að slá með tölu í tölvu bankana, þannig að þeir verða svo ofboðslega ríkir. Þannig að þetta einn aðal ástæða misskipting auðs í heiminum, þeir sem að búa til pening, þeir verða ofboðslega ríkir og það kostar eitthvað, það kostar það að verðgildi launana sífellt minna. Svona var þetta til, svona kerfið og það leiðir til ójöfnuðar og ekki gott kerfi. Nei. Þá kemur spurningin, hvað hefur að gera í því? Skref númer 1 að ríki taki aftur allan gróða til sín við það að búa til peningur engu. Það bara ríki sem á að fá að búa til peningur engu. Svo að banna veðmál. Það bannað veðmál. Það enginn sem á veðri hérna á Íslandi, en því ekki framfylgt í bönkum. Þeir mega veiða eins og þeim sýnist. Ég skrifa nú ekkert svo mikið hrunið, vegna þess að íslenska hrunið var nú bara eins og öll önnur fjármálahrun og bara eðlilega afleiðing þess að hafa þetta kerfi og það mun koma önnur hrun meðan við breytum því ekki. Það var þannig að þegar eigendur bankana vissu að allt var að fara til fjandans, að þeir hafði miklu betur upplýsingar heldur en stjórnendur lífeyrissjóða og svo framvegis, að þá gátu þeir redda bönkunum redda sjálfins á 2 vegu, annarkot með því að eigða öllum sínum peningum að reyna að redda bönkunum og alls óvíst að það myndi takast, eða bara veðja á allt fara á hausinn. Og það gerði þeir. Þeir fengu tíma og mikla leynd hjá ríkinu, ríkið var alltaf á fundum með bankamönnum og segja að það var reddast, þetta lítur illa út og svo framvegis. Og ekki tala með, ekki segja nefnum frá því. Já, við erum að vinna í þessu, sögðu þeir. En það sem þeir voru að vinna í var að fífla alla lífeyrissjóðana. Þess að veðja á móti sér. Tapið frá sér yfir á lífeyrissjóðana. Með því að veðja á móti íslensku krónunni, veðja á móti íslenska hagkerfinu. Já, meðal annars þess. Já, það var eitt aðalatriði sem ég gerði í staðinn fyrir að nota tíma til þess að bjarga bönkunum, þá notaði tíma til þess að fífla fólki veðmál á móti sér. Það þetta tvennt að bankar... Þetta ekki svarið við spurningunni, hvað ber að gera? Já, þetta annars svarið. Það sem ber að gera annars vegar að ríkið býr til peninga og ríkið ákveður hvað að auka peningamagni mikið og þá ekkert auka það meira heldur en raunverulega verðmæti aukast í samfélaginu. Þá verður engin verðbólga. Það númer 1. Og númer 2 að taka fyrir öll veðmál í bönkum. Ef þetta verður gert, en og þegar þú tala veðmál, þetta tala þá svona framvirka samvinna. Já, framvirka samvinna. Þetta tala það til dæmis eftir hrun að þá var eiginlega, tók bankakerfið þátti því að veðja með þeim sem að keyptu ódýrt eignir sem almenningur hafði mist að fasteignaverð myndi hækka aftur og þarna væri gríðarlegur hagnaður og bankakerfið kaus það að flytja þann hagnað til þeirra sem að keyptu það af fólkinu frekar heldur en að styðja fólki í því eiga áfram. Er þetta að tala slík veðmál eða er þetta að tala fyrst og þessar samninga sem eru... Veðmál í dag
veðmál í dag sko, allt þegar þú veist ekki þegar þú tekur lánið og veist ekki hvað þetta borgar mikið tilbaka, það kallast veðmál og það fer yfirleitt þannig að þú getur bara gert þetta á þessum netsíðu hvaða maður sem getur ákveðið að segja ég veðja á það að olíuverð muni hækka, ég veðja á það að indexin fyrir silfri muni hækka eða lækka og svo tekur hann okkur skorstuðu móti eða með og bankar eru í þessu á fullu alveg á fullu. Og magna upp til dæmis hungursneyðir með því að þegar að matarverð að hækka að þá veðja mennum að halda áfram að hækka og þá hækkar það meira og spinnst upp og getur valdið stórkostlegum skaða. Já, og verðsveiflur, svokallar óútskýranlega verðsveiflur eru iðulega vegna veðmála. Veðmálin standa þannig að það borgar sér ekki að selja núna og þess vegna munum ekki selja. Það getur til dæmis verið korn sem heldur lífinu í fólki. Getur verið hvað sem er. Og hegðun hagkerfisins er oft mjög mikil bara vegna þess að veðmálin standa svona í augnablikinu. Og það hefur verið sagt og marg endurtekið meðal annars af ýmsum hagfræðiprófessorum, til dæmis íslenskum, að 97% starfsemi fjármálakerfisins er veðmál. Og það er algengur misskilningur að halda að hrunið 2008 í Bandaríkjunum hafi verið vegna þess undirmálslána. Það var minnsti skaðinn. Það var fyrst og fremst veðmál undirmálslán sem var það sem var svona rosalega dýrt og svo líka tryggingar fyrir því að það veri hægt að borga út veðmálsskuldina. Það setti kerfið á hliðina. Þess að mennirnir svona sem voru kannski litlir aðilar í því sem voru aðalhetjurnar í Big Short bíómyndinni, ég veit ekki hvort þú þekkir hana, að þeir raunverulega juku vandann með því að þeir voru að veðja á hrunið. Þeir voru að veðja á móti subprime lánum. Já. Og þeir juku það. Menn ætti að hafa því huga þegar að horfa á myndina að þetta eru mennir sem að stór jöku skaðan. Já. Og það er líka annað og það er nú kannski svolítið bara ef ég má koma aðeins sósíalisma sko að það er tvenns konar atvinnustarfsemi í landinu eiginlega algjör óskild. Það er annars vegar raunhagkerfi sem er að búa til vörur og þjónustu sem fólk vill eiga og vill kaupa og svo er hins vegar fjármálakerfi sem er bara að sýsla með peninga og býr ekki til neynverðmæti en sogar til sín allan arð og sá arður verður að koma úr raunhagkerfinu. Þannig að fjármálakerfi lifir á raunhagkerfinu eins og blóðsuga. Eins og blóðsuga og án þess að leggja nokkuð til og þetta er alveg prýðis fyrirtæki þess að skattleggja algjörlega upp í topp. Bæði þess að framleiðir er engin og það er ekki að fara að gera vegna þess að ef við tókum svona dæmi að þessu að setja sig akur og það er eitthvað sem að yrkja akurinn en sé að koma engilspretturnar og geta upp alla uppskeruna. Það eru þær sem að stjórna landinu. Eins og við þessi bók er raunverulega verið að skrifa þessa bók og hún var hún opbúrslega löngustór. Þannig þetta er bara fyrsti kafli. Það er, ég sleppi allri pólitík eða félagslegri umræðu en það er hinn handleikurinn á þessu er það meðan við leyfum það að peningar ráða upplýsingu til almennings og til, ekki bara almennings, heldur líka til akademika, til háskólasamfélagsins, að þá verður ekki hægt að breyta þessu. Og nú var allins nýlega verið að veita Nóbelsverðlaun í hagfræði, svokölluðu Nóbelsverðlaun í hagfræði, til manns sem stóð vaktina þegar hrunið var. Hann stóð sig ekki í stikkinu og það var hrun og það verið að veita honum við Nóbelsverðlaun að því að skaðið var nú kannski ekki eins mikill eins og einhver sagði að hefði átt að vera. En hann var rosalega mikill. Og þannig að það eru alls konar leiðir til þess að áhrifa á háskólasamfélagi með peningum. Það sást nú mjög vel fyrir hrun hér og það er ágætt að tekið fyrir í rannsóknarskýrslu Alþingis. Hvernig? Það hefur ekkert svona. Það hefur ekkert breyst og háskólasamfélagi að mínu mati er ekki á varðbergi fyrir því að það á að þrengja umræðu, þá þarf ekki að svara lengur rökum, það er bara að segja, þetta er falsveitið, þetta er upplýsingóri, þarf ekki að taka um það. Hvernig tekur háskólasamfélagið við bókina þinni, veistu það? Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, þeir voru að stríða mér þegar ég var í stjórnlagaráði, að þá voru við tveir, ég og Lýður Árnason, við vorum oft svona, hvað ég sé.
á öðrum staðin hinn, Já. hún kallaði Grímsey, hann var sagt að líða við Grímsey en ég var Kolbeinsey. Þannig að ég veit ekki hvort ég er nálægt því sem menn er að hugsa, en Það er til þess að komast að því að gefa út bók og Já. eiga samtal. já. Herðu, Andrés, takk fyrir að koma hingað, Já, takk að kynna bókinu þeirra, hvet ykkur til þess að kynna það sem Andrés er að segja og taka afstöðu þess.